nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Biðjum, vaktu minn Jesús, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér, sálin vaki þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni hlíf. Guð, við erum saman komin hér í helgidómi þínum til þess að minnast og kveðja Þórhall Steinsson. Við biðjum þess að hann megi hvíla og njóta kærleiksríkrar umhyggju þinnar. Vertu með okkur, hjálpa okkur að styrkja hvert annað og finna þakklætið sem við eigum fyrir það, hvernig hann sem við kveðjum og elskuðum snerti okkur. Hann tengist okkur öllum hér í dag. Styrk þau sem kveðja, veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Í Jesú nafni, amen. Fjöllin og fjalllendi eru svo stór hluti af okkur Íslendingum. Þórhallur unni þess að horfa til fjalla og sömuleiðis að fara í fjallferðir. Það er því við hæfi að lesa eftirfarandi orð úr Davíðssálmum sem hljóða svo. Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Drottinn er vörður þinn, Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Dagar mun sólarhitin eigi vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína, Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Helgur og sjálf bjarga því.
Heyrum heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Og ég býð þeim sem treysta sér til að rísa á fætur. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefðir verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvar sem þú biður hann Jesú segir við hana: Bróðir þinn mun upp rísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprisun á efsta degi. Jesús mælti: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, lof sé þér Kristur. Náð sé með ykkur og friður frá Guði okkar og Drottni Jesú Kristi. Amen. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Þessi visku orð má finna í einum af Davíðs sálmunum. Þórhallur þekkti vel hrynjanda lífsins og náttúrunnar.
bundinn henni úr sveitinni og samofinn því að vera meðvitaður gang lífsins og finna verðug verkefni að vinna og áhugamál. Hann kunni að telja dagana og öðlast með þeim þekkingu, vinna verk sín af samviskusemi og nýsköpun. Hann kunni einnig að finna frið í hversdeginum og á fallegum stöðum sem hann unni. Af staðfestu miðlaði hann einnig af vitru hjarta sínu í samvistum við fólkið sitt og aðra sem áttu með honum samleið í vináttu og samfélagi. Hann miðlaði visku sinni og lífsýn með seiglu og trausti. Við kveðjustund sem þessa litið yfir farinn veg. Margar minningar renna í gegnum hugan og hjartað. Lífið heldur áfram og þið teljið dagana sem stundum eru bundnir sorginni að mestu leyti, en svo koma aðrir dagar sem að kalla fram bros og hlýju yfir öllum þeim góðu minningum sem búa í hjarta ykkar og þið eru svo þakklátt fyrir eftir farsæla og fallega ævi. Þórhallur Steinsson fæddist 1. maí 1944 í Reykjavík og var uppalinn þar. Foreldrar hans voru Jóhanna Jónsdóttir frá Sumarliðabæ og Steinn Guðmundsson frá Seli. Systkini hans eru Erna, Jónína Sesselja, Guðrún, Guðjón og Guðlaug. Hann fór ungur að fara í sveitina til ömmu sinnar og afa í Sumarliðabæ í Ásarhreppi og fór þangað alltaf á sumrin. Strax sem barni leið honum svo vel í sveitinni, hann hafði nóg að gera og fékk þá útrás sem hann þurfti og sveitin togaði alltaf í hann. Sem ungur drengur æfði hann íþróttir, bæði glímu og fimleika og gekk vel. Hann hafði mikinn áhuga á glímunni þegar hann var unglingur og stundum var gert grín að honum að hann væri nú fimleikastjarna, enda eiga barnabörnin minningar af afa sem labbaði á höndum í fjósinu. Hann lauk hefðbundinni skólagöngu, lærði svo bifvélavirkjun, var nemi í velti þar sem hann svo vann lengst af, var verkstjóri á bílaverkstæðinu sem sinnti viðgerðum á Volvo. Hann var mikill Volvo maður, en fór svo seinna yfir í Toyota. Eins og einhverjir vilja orða það að þá náði hann með góðra vina hjálp fullum bata af Volvo-dellunni. Hjá velti átti hann góða samstarfsfélaga sem alltaf héldu tryggð hvert við annað í gegnum árin og hitt hann þau reglulega, þó hann væri hættur þar störfum. Og nú síðustu ár hittust þau þessir gömlu vinnufélagar, bæði bifvélavirkjarnir og skrifstofufólkið, hálfsmánaðarlega. Þau fóru í hádeginu á föstudegi í IKEA og voru mætt snemma til að ná alltaf sama borðinu og hann fór eins lengi og hann gat að hitta þau. Eftirlifandi eiginkona hans Sigríður I. Sigurðardóttir. Hún fædd 14. október 1942. Þau gengu í hjónaband 18. febrúar 1966 og hófu búskap í Reykjavík. Börn þeirra eru Jóhanna, fædd 1966. Hún giftist Óskari Inga Gíslasyni, þau skildu. Börn þeirra eru Andrea og Eyþór. Sigurður fæddur 1970. Hann kvæntur Sigursteinu Guðmundsdóttur. Börn þeirra eru Hákon Atli sem stjúpsonur Sigurðar og Haukur Þór. Guðrún fædd 1973. Hún gift Helga Jónssyni. Börn þeirra eru Þorgerður, Sigríður, Sesselja og Skúli. Steinn fæddur 1976. Hann kvæntur Maríu Rós Friðriksdóttur. Börn þeirra eru Þórhallur Orri, Hólmfríður Arna, Hrafnhildur Ýr og Hrafnkell Darri. Langafa börnin eru 7 talsins. Fólkinu sínu var Þórhallur traustur, klettur sem var alltaf til staðar og stóð með sínu fólki. Það var alltaf hægt að stóla á hann. Hann var ekki skaplaus enda ákveðinn, en ráðagróður og tryggur í samskiptum. Árið 1972 hófu þau hjónin búskap að Sumarliðabæ. Jörðin var enn í eigu ættarinnar en hafði verið í leigu nokkura ára skeið. Þar rákuðu kúabú og voru einungis fyrsta árið með kindur. Á staðnum fóru þau í mikla uppbyggingu, byggðu íbúðarhús, fjós, hlöðu og fleira. Á sinni búskapartíð var hann frumkvöðull á ýmsum sviðum, ekki síst hvað vélvæðingu varðar. Hann var framsýnn og óhræddur við nýjungar.
Hann keypti fyrstu rúllubindivélina sem flutt var til landsins og hafði gaman af því að kaupa ýmis tæki. Og bak við hvert nýtt tæki lá svo hugsun að baki, hvernig hægt væri að létta verkin og hagræða vinnunni með því að nota tækin fremur en ganga á líkamann. Hann vélvæddi fjósið, sá alveg fyrir að það yrði framtíðin. Öll öryggismál skipta hann miklu máli. Þau verk sem hann vann voru vönduð. Hann vildi að það sem hann byggði yrði vel gert og myndi endast. Hann gerði allt 150% ef svo má segja og átti það að endast í mörg ár. Þó börnin hans hafi nú oft gert grín af honum og vandvirkni hans, þá standa þau sig að því að viðhafa sama verklag sjálf, svo þau hafa nú lært af honum og hann náði að láta þau tileinka sér þetta sama vinnulag. Við hvert verk hugsaði hann í lausnum og var frjór, smíðaði það sem ekki var til dæmis vagn og önnur tæki sem hann gat notað í fjósinu. Þau voru einnig með hesta og hafði hann séð mynd af bás sem að nýtast mætti við að járna og þannig bás smíðaðan og létti sér þannig vel störfin við að járna. Fjölskyldan hans á af honum minningar heima við, hugsi og muldrandi meðan hann var að hugsa hvernig hann ætlaði að framkvæma eða vinna verk sem framundan voru. Og helst vildi hann ekki gera neitt nema það hefði tilgang og þjónaði einhverju. Meðan þau bjuggu í sumarliðabæ tók hann að sér trúnaðarstörf og var í hreppsnefnd Ásarhrepps og var hreppsstjóri. Þessum störfum sinnti hann í kringum áratug. Árið 1995 hættu þau hjónin búskap og fluttu á Selfoss. Þau bjuggu fyrst í Vallholti, fluttust síðan í Fosslandið og hafa nú síðast búið á Austurvegi. Áður en þau fluttu hafði hann hafið vinnu sem eftirlitsmaður hjá Vinnueftirlitinu, var í hlutastarfi en fór svo í fullt starf þegar þau voru hætt búskap. Hans starf fólst í eftirliti með öryggisbúnaði, með vélum hjá bændum, vítt og breitt landið og seinna fór hann í eftirlit á vinnuvélum á Suðurlandi. Hann var léttur í samskiptum í sínum störfum í eftirlitinu og kynntist mörgum við störf sín í sveitunum. Eftir að þau hjónin voru flutt á Selfoss fannst honum stundum erfitt að vera eins og innikróaður eftir víðáttuna í sveitinni og hann saknaði þess að sjá ekki fjöllin. Þau hjónin keyptu sér bústað í Grímsnesi, keypti hann fokeldan og byggði hann hægt og rólega upp og stækkuðu við. Hann naut þess að fara og smíða í bústaðnum og þar var hann alltaf með einhver verkefni að vinna að, sem jú höfðu einmitt einhver tilgang líka. Þar bjó hann sér til athvarf, þar sem hann gat verið að dunda við eitthvað, laga og breyta. Hann smíðaði í kringum pottin, en hann fór einmitt mikið í heita pottin í bústaðnum og þar byggði hann ýmislegt sem auðveldaði eða gerði ferðirnar í pottin þægilegri. Á fjölskyldan margar góðar minningar úr bústaðnum. Hann fór reglulega og oft í sund. Þórhallur var einstaklega stundvís. Honum var mikið í mun að mæta á réttum tíma og eftir því sem aldurinn færðist yfir skipti þetta hann orðið enn meira máli og þetta gat stundum reynt á þolinmæðina hjá þeim sem fóru með honum eins og til læknis því að það þurfti að mæta vel tímanlega fyrir bókaðan tíma, jafnvel eins og klukkutíma fyrr. Það auðvitað ekki annað hægt en að minnast á gráa Econoline sem var með skráningadaginn 1. júní 1990, jafngamall og elsta barnabarnið hans. Margir þekkja bílinn og tengja Þórhall við þennan bíl. Hann var í þessum bíl í ferðum sínum í eftirlitin og bílinn notaði hann líka í veiðiferðum og öðrum ferðalögum og allt var sett í bílinn. Seinni árin var hann hættur að ferðast á bílnum en hann fór þá að gegna öðru hlutverki sem bústaðabíllinn. Hann hafði þann háttinn á að þegar þau hjónin fór í bústaðinn, settu þau allt sem þau ætluðu með sér í nýjan landkrúser sem þau áttu, en keyrðu svo á landkrúsernum í Gagnheiði, þar sem Econoline var geymdur, settu allt úr krúsernum í Econoline og fóru á honum í bústaðinn. Og eftir bústaðaferðina þurfti að endurtaka leikinn. Keyra í Gagnheiðina, afferma krúserinn og svo heim. Já, gamli góði bíllinn varð að hafa áfram tilgang
Og þau gerðu nú grín að því krakkarnir hversu ótrúlegt það var að Sigríður léti þetta yfir sig ganga. Það er því sannarlega táknrænt að hafa bílinn hér fyrir utan kirkjuna í dag, þannig að hann kveðji bílinn. Þau hjónin höfðu gaman af því að ferðast, bæði innanlands og erlendis, og voru fjallaferðir í sérstöku uppáhaldi hjá honum, ekki síst veiðiferðir. Þau áttu hlut í fjallahúsi, Sæluríkið við Skjaldbreið, og þangað var farið eina ferð að sumri með börnunum og eitthvað að barnabörnunum. Og þaðan eiga eitthvað síst eldri barnabörnin góðar minningar og rukkuðu að þessar ferðir væru farnar. Þegar þau voru komin þangað smullu þau öll saman í leik eða eitthvað að gera, alveg sama á hvaða aldri þau voru öll þáttakendur. Þórhallur var meðlimur í Sankti Jóhannesarstúkunni Röðli á Selfossi. Þeir kveðja tryggan félaga og vin og votta virðingu sína með því að standa heiðursvörð og taka þátt í athöfninni. Það gaf honum mikið að vera í frímúrarareglunni. Þar eignaðist hann góða vini sem átt hafa með honum vináttu og samleiði gegnum árin og nú síðustu misseri hafa sinnt honum vel og af kærleika. Þá átt hann einnig góða veiðifélaga sem einnig voru með honum í frímúrarareglunni. Honum þótti vænt þá og þennan félagsskap. Þeir reyndust honum alltaf vel og fannst honum og veiðiferðirnar miklar gæðastundir sem og aðrar samverustundir með þessum hópi. Þeir þakka Þórhalli sömuleiðis trausta og kæra samfylgd. Þórhallur veiktist í september síðastliðnum og átti ekki heimangengt eftir það. Hann bjó síðustu mánuði á hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði þar sem hann lést 27. febrúar síðastliðinn. Það er gott að hvíla í þeirri trú að við séum í þessu lífi Guði falin, að Guð telji með okkur dagana, standi með okkur í gleði og sorg. Ekki síður trúa því að hann taki okkur fagnandi með umvefjandi faðmi sínum og hlýju þegar við hverfum brott úr þessum heimi og höldum heim til hans. Með Jesú var okkur gefið eilíft ljós og líf og í því ljósi hvílir Þórhallur. Minning hans verður alltaf og áfram ljós í lífi fjölskyldu hans og ástvina. Og í hjarta okkar lifir ljósið og vonin að þegar okkar tími kemur hittumst við aftur á ný. Við væntum endurfunda og hlýrra faðmlaga. Guð gefur okkur þá trú og við eigum hana í vitru hjarta. Guð blessi minningu Þórhalls og hafa hann þökk fyrir allt og allt. Amen.
Þökkum þér, Guð, að við eigum alltaf athvarf í þér, að við getum leitað til þín þegar sorgin vitjar okkar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum þig að blessa Þórhall Steinsson sem við felum þér. Lát það góða og það kæra sem við höfum mist í honum dvelja hjá okkur áfram, lýsa okkur og styrkja. Lát okkur fá fullvissu að hann hvílir nú öruggur í faðmi þínum. Ver okkur öllum náðugur og miskunnsamur og gef okkur þinn frið nú og alla tíð. Amen. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem að Jesús kendi okkur og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við
Ég býð þeim sem treysta sér til að rísa á fætur. Lofaður sért þú Guð og Faðir drottins Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum drottin þína eilífu hvíld og látið eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Ég hef verið beðin að koma á framfæri kveðjum frá þeim sem ekki eiga heimangengt hér í dag. Það er Andrea barnabarn hans og Þorleifur sem að undirbúa komu nýs afkomenda í heiminn. Þorsteinn og fjölskylda í Århus í Danmörku. Það er kveðja frá vinnufélögum úr Hveragerði, Hannesi Snorrasyni og Sigrúnu Ardal og mökum þeirra. Það er kveðja frá Birgi og Ástu og það er kveðja frá Guðjóni, bróðir Þórhalls, Siggu og Marteini sem að senda góða kveðju. Og að lokum kveðja frá systkinunum frá Ártúni 8 og mökum þeirra. Fjölskylda Þórhalls þakkar ykkur öllum auðsýnda samúð og hlýhug og bjóða ykkur að þiggja veitingar í Hótel Selfossi strax að athöfn lokinni. Ég býð ykkur að rísa á fætur og meðtaka blessun drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir drottin okkar Jesú Krist. Amen.